Okkur langar að setja fót byggingafélag Reykjavíkur. Við viljum koma inn á markaðinn til þess að koma ákveðnum jafnvægi á hann. Við viljum að það sé verið að byggja fleiri íbúðir án þessar hagnaðarkröfu. Við viljum að það sé meira framboð af óhagnadrifnum íbúðum og við viljum líka að það sé hægt að selja íbúður kostnaðarverði til þess að koma smá jafnvægi á húsnæðismarkaðinn. Hver á að borga fyrir þetta húsnæði? Fólki sem kaupir húsnæðið og leigir í húsnæðinu. Bara það, þannig að það er engin aðkoma skattgreiðenda í því að búa til þetta byggingafélag Reykjavíkur. Það verður náttúrulega hluta til að byrja með eins og með hvaðana fyrirtæki að það þarf að vera skilur stofnfjárframlög frá ríkinu og Getur líka fengið í banka, getur fengið lán. Já, en þetta er verkefni sem mun borga sér sjálft til lengri tíma og við sjáum það líka bara eins og Bjarg sem er einmitt að byggja á þessum ógnadrifnum forsendum. Þau eru strax byrjuð að skila hagnaði. Já, sem okkur eru að að skila hagnaði. endurfjárfesta. Já, en þeir eru náttúrulega sko, Bjarg fær náttúrulega sér lausnir frá ýmsum stofnunum annað. Þeir myndu þá að gera kröfu um það að lánastofnunum væri líka að veita ykkur slík lán. Já, þau fá líka, með minnir að fá líka frá ríkinu og þau fá líka bara ódýrari lóðir frá Reykjavíkurborg. Einmitt. Borgin á lóðurnar, þannig við myndum spara þar líka. Ok, en það skattgreiðendur myndu þá fá endurgreitt ef þeir myndu leggja eitthvað í þetta. Þetta myndi alltaf vera undir formerkjum þess að skattgreiðendur kom ekki nálægt í að fjármagna þetta með neinum hætti. Hvað meinarðu með endurgreitt? Því ef þú varst að segja að þyrfti að vera stofnframlög af hálfu þeirra sem að borga skatta, Já. Þeir myndu þá fá það endurgreitt. Þetta er náttúrulega bara skattfé almennings fer í sameiginlegan sjóð sem fer í hinn ýmsu verkefni, þannig að peningurinn mun verða endurfjárfestur í kerfinu. Já, en út af því að þú sagðir að þetta myndi ekki kosta neitt. Hvað myndi... Ég sagði ekki að þetta myndi ekki kosta neitt. Ég sagði að þetta myndi borga sig til lengri tíma. En þú myndi segja að þeir sem að kaupa húsnæði og njóta gæðana, þeir myndu borga fyrir húsnæði, en þeir eru ekki hagnaðarkrafa. Já. Hvenær myndu þá þeir sem að leggja fram peningin í þessi stofnframlög fá peningin sinn aftur? Þetta myndi bara fara aftur inn í sameiginlega sjóðinn og er þið endurfjárfest alveg eins og skattpeningurinn fór nú þegar í sameiginlega sjóðinn. Þannig að skattgreiðendur myndu koma til með að greiða þetta að einhverju leyti. Að hluta til vegna sameiginlega sjóðsins, en það verður endurfjárfest, þannig sá peningur fer aftur í pottin. Já, en þeir sem eru að borga, sem eru skattgreiðendur, eru ekki að fara að njóta þess að fá það húsnæði sem að fyrir hendi út af því að þetta eru takmarka gæði. Það er ekki takmarka gæði. Húsnæði er takmarka gæði. Já, ég ætla að takmarka gæði á húsnæðinu. Já, húsnæði er bara, þú veist, ef ég og þú kaupum húsnæði, að þá er það takmarka gæði út af því að það er ekki allir sem að fá að nota það, þetta er mitt og þitt heimili. Þannig ég er að velta fyrir mér. Já, þú meina þannig. Já, en ég er að spá sko út af því að það þarf einhver að byggja þetta. Já. Sem eru þá einkaaðilar, sem eru þá ráðnir inn á borginni, það ekki? Að einhver hlutu til myndi þurfa verktakar alla til þess að byrja með að meðan þetta vera að byggjast upp, já. En hver annar en verktaki á að byggja þetta húsnæði? Það eru verktaka fyrst. Já. En það eru rekstraraðilar sem væru frá borginni. Borgin væri að sjá reksturinn bara líkt og hjá öðrum byggingafyrirtækjum. Okay. En þau myndi alltaf fá einkaaðila sem eru með hagnaðarkröfu til þess að byggja húsnæði? Það væri alltaf hægt að semja ákveð fyrirkomulag þar sko.